spila eftir kvöldið Síðan Síðan. Þetta ævintýrið Pan og Síðan. Að nýrri sóknaráætlun fyrir Austurland. Þegar litið er á tölur mannfjölda, mannfjöldaspár og aldurssamsetningu er ljóst að okkur fjölgar hægt og við erum að eldast. Þetta er þróun sem kallar á nýjar lausnir og hugmyndir til að efla byggð og halda áfram að skapa blómleg samfélag. Við fengum til okkur gott fólk til að skyggnast aðeins inn í framtíðina með okkur og velta upp nokkrum spurningum. Hvernig tryggjum við að fólki hér fjölgi ef það er það sem við viljum? Hvað þarf að vera til staðar í atvinnulífinu og utan vinnu til að fólk, og þá sér í lagi ungt fólk, vilji búa hér? Ég var beðin að stýra þessu málþingi hér í dag og kannski að hluta til vegna þess að ég valdi að flytja burt af höfuðborgarsvæðinu og setjast að á Austurlandi. Mér langar að segja þess frá sjálfur mér. Ég heiti Þórhildur Katrín Stefánsdóttir og bý á Djúpavogi. Ég er fædd og uppalin á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir 5 árum síðan tók ég stóra ákvörðun að flytja á Djúpavog. Hugmyndin var að flytja í ár, en núna, 5 árum seinna, erum við hér ennþá. Við eins og margir vita, þá hafa lítið fólk hæfileikann til að gleypa mann og sleppa ekki aftur. Ég get rakið ættir mínar til flestra landshluta á Íslandi
en mér hefur ekki ennþá tekist að rekja ættir mínar á Austurlandi. Ég er því eins og ættfræðilegt villikort hér á Austurlandi eða eins konar innflutt ættlaus landnámsgæs. Það var þó ekki algjör tilviljun að Djúpivogur varð fyrir valinu. Fjölskylda mín á land í Álftafirði og þangað var ég send í sveit alla mína barnaskóla. Ég hef aldrei séð eftir því að gefa Austurlandi séns. Hér á Austurlandi er nægt rými til að anda, friðsælt umhverfi og nágrannar sem ekki bara vita hvað þú keyptir í búðinni, heldur líklega hvað þú eldaðir út í. Djúpivogur hefur tekið einstaklega vel á móti okkur og hafa þessi 5 ár verið afar skemmtileg. Ég er langskóla gengin og hef verið heppin að hér á Austurlandi hafa verið fjölmargir atvinnumöguleikar fyrir mig. Ég hef starfað hjá Múlaþingi sem verkefnastjóri í fjármálum, hef leyst af sem aðstoðarskólastjóri. Ég er umboðsmaður skemmtiferðaskipa, starfsmaður Iceland Travel á Bryggjunni, ég hef umsjón með rekstri verktakafyrirtækis, sinni ferðaþjónustu og stundum nánast allt í einu. Ég dunda mig síðan við endurbyggingu á kirkju ásamt fjölmörgum Djúpavogsbúum í okkar híðum. Þá hefur fjarlægðin við höfuðborgarsvæðið ekki komið í veg fyrir að ég sinni félagsstörfum á landsvísu. Ég er varaformaður Landssambands hestamanna. Mér hefur samt ekki ennþá tekist að fá það í gegn að halda stjórnarfund á Austurlandi, enda eins og flestir hér vita miklu lengra að keyra austur en suður. Fyrirlestrar munu allir fá að klára hér í dag ekki var hlýða á nokkra fyrirlesara sem hafa velt fyrir sér viðfangsefninu framtíð Austurlands. Fyrirlesarar munu allir fá að klára sína yfirferð en að þeim loknum viljum við gefa rými fyrir spurningar. Þar sem ég er nú hálfur Húnvetningur finnst mér vel við hæfi að kynna fyrstan annan Húnvetning. Jón Þorvaldur Heiðarsson, hagfræðingur við Háskólann á Akureyri, kíkir á hagtölur og horfir til framtíðar. Góðan daginn og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það er svo að kynna mig til leiks. Ég hef haft lengi mikið áhuga á Austurlandi og er svolítið skotinn í Austurlandi og ég hef áður verið erindi svona framtíð Austurlands. Komið svo 2 ár síðan ég var með þannig erindi á mikilvægri ráðstefnu á Íslandi en það er miklu skemmtilegra að tala þetta við ykkur. Og ég mun segja hérna alls konar hluti sem þið verður örugglega ekki öll sammála og það er allt í lagi. Ef við erum ekki sammála allt þá skapast einhverja umræður og slíkt. En ég vona að ég móki samt engan. Skiptir Austurland máli? Væri Ísland alveg eins eða væri ekki Austurland? Má bara sleppa. Svar mitt í er þetta að Austurland er dýrmætt fyrir Ísland. Dýrmætt eign eða hvað við köllum það, alveg eins og vesturinn er líka dýrmætt landsvæði fyrir Ísland. Og Austurland er líka tækifæri fyrir Ísland. Þannig að þetta er ekki algjörlega einkamál þeirra sem búa hér baki Austurlandi, það er líka mikilvægt fyrir landið í heild. Hérna sjáum við mannfjölgun á Íslandi síðustu ár og já alveg til frá 1842. Er einhver hús hérna eitthvað bendir? Æja, það skilur ekki um. En ef við horfum hérna á síðustu ár, þá sjáum við að það tölur meiri mannfjölgun á Íslandi heldur en svona áratuginn á undan. Það kemur hérna svona toppur í bólunni, kannski ekki alveg marga, svo kemur þetta fækkun hérna í hruninu. En eftir hrun
það hefur þetta verið töluvert hátt og það farið alveg upp í næstu 3%, en það ýmislegt sem skýrir það eins og flóttamenn frá Úkraínu og slíkt. En við sjáum að síðasta árið þá fjölgar 1,5% og það heilmikil fjölgun. Ef að landsmönnum fjölgar 1,5% ári stöðugt, þá mun það þýða að við tvöföldumst í fjölda á 45 árum. Það þýðir það að við þurfum að byggja á Íslandi á næstu 45 árum jafn mikið að núna til að byggingum. En við vitum í sjálfu sér ekki hvort þessi mannfjölgun mikla sem hefur verið síðustu ár heldur áfram, en það samt líklegt. Það eru miklu betri lífskjör hér heldur en víðast hvar í Evrópu og sérstaklega fyrir Austur-Evrópu. Það eru nokkur 100 milljón mann sem geta flutt til Íslands þegar þeir dettur í hlutum. Af því að við erum á Evrópska efnahagssvæðinu. Það sem sagt þarf að byggja mikið af íbúðarhúsnæði og þeir eru búin að heyra það alveg stöðugt síðustu vissi að það verður hamra á því. Það verður að byggja meira og það skortur og líf. Og þá getum við spurt, nóg að byggja upp á Suðvesturhorninu? Eða þarf að byggja allt land? Hvar veldur íbúðarfjölgun miklum kostnaði? Ég setti bara kannski 200-300 milljarðar sem nú svona það sem verður að tala að ríkið við skattgreiðendur ætlum að setja í það að geta fjölgað íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Ég tala borgarlínu. Hvar veldur íbúðarfjölgun minni kostnaði? Og við skulum kannski umorða þessa spurningu. Í hvaða landshluta vantar fólk? Og hvar myndi fólksfjölgun bæta grundvöll fyrir betri og hagkvæmari þjónustu? Hvar hefði fólksfjölgun jákvæðust áhrif á Íslandi? Hvar verða nýjir? Og við getum spurt okkur einhverjir þættir sem eru þyngra núna varðandi staðsetningu íbúðabyggðar en á síðustu öld. Eitthvað meira sem stjórnar því núna hvað fólk vil búa heldur en við kannski svona ef við horfum aftur okkar. Hverjum sækjumst við eftir? Og ég ætla að nefna eitt atriði af náttúrulega mörgum. Ég ætla að nefna það sem sérstaklega. Það beðið. Við höfum á Íslandi allt til alls. Við höfum mjög há lífskjör og við höfum allt til alls og við erum mjög heppin á jarðarkynningu. En við höfum ekki eitt, okkur vantar eitt og það gott við. Og Íslendingar, þá sem ég þekki, þeir hafa þann draum allan ársins hring að það verði nokkrir dagar með 20 gráðu hita næsta sumar. Þetta það sem okkur dreymir meira en 300 daga á ári. Ég með þetta litla tillögu af húsnæðisstefnu á Íslandi. Og þessi tillaga bara í tveimur liðum. Hún annars vegar þessi. Nýta landrými Íslands til að byggja hagvöxt. Og byggja íbúðir þar sem til dæmis hægt að kaupa íbúð á 55 milljónir þar sem byggingarkostnaðurinn 55. Eða 50 ætla að segja. Þess að ekki þar sem íbúð sem kostar í byggingu 50 milljónir sem senda 80, 90 eða hvað. Og þarna náttúrulega að tala höfuðborgarsvæði fyrst og fremst. Akureyri þetta aðeins að fara í þessu áhrif. Og svo öðrulega byggja þar sem veðrið er best. Inn í landi, ekki út í sjó. Ég ekki að segja þetta vegna þess að ég sé eitthvað illa við fólk sem býr út í ströndar. Við búum flest út í ströndar. Og þéttbýli varð að vera við ströndina áður. Og þannig byggðist Íslandi. Út af sjávarútvegi, út af flutningum. Ísland var vegalegt land. Allar samgöngur fóru á sjó. En þetta þarf ekki lengur.
Við getum farið með tryggðina innan í landið þar sem veðrið þetta. Og allt þetta sem ég er búin að tala það vísa okkur til Austurlands. Það er veðursagt á Austurlandi, eins og þið vitið öll. Það er ekkert alltaf besta veðrið á Austurlandi en sjálfsögðu, en það er marga daga á ári þar sem besta veðrið á Íslandi er á Austurlandi. Hvað halda þessi margir dagar á ári þar sem besta veðrið á Íslandi er á Vesturlandi? Ég held að sé svona næstum því aldrei. Það er mikill munur á veðri hér og víða annars staðar á Íslandi. Og það er mikið landrými hérna, Austurlandi. Og það er landrými djúpt inn í landið. Lagarfljótið er hérna og fyrir innan Lagarfljótið þá er hæðinu sjáum á einhverju 30-40 metra á vöggunum nátt í land. Og það er þegar komin sterk byggð á veðursælum stöðum hérna á Austurlandi og það er fyrst og fremst Egilsstaðafjörður. Fyrirhuga þéttbýlið í Hamraborg hérna innar inn í Fljótsdal, það er spennandi. Hamborg. Já. Hamborg. Og það vantar fólk. Það er mitt mat. Eða hvað? Hér erum við landshluta þar sem væri betra að hafa meiri mannfjölda til að geta gert ýmsa hluti varðandi þjónustu og standa undir alls konar hluti. Og það er mitt mat að fólksfjöldur hérna sé heldur lítill til þess að geta svona staðið undir þjónustu sem nútíma samfélag gefur grunn. Ég er samt ekki að dæma ykkur til dauða, þetta fjölga ekki neitt. En það væri heppilegra að hafa meiri mannfjölda bak við alls konar hluti sem er að reyna að gera. Og þá spyr ég, er skynsamlegt að horfa sérstaklega til Austurlands í framtíðaruppbyggingu Íslands? Eins og ég var að nefna það þarf að byggja mjög mikið upp. Og er það skynsamlegt að horfa til Austurlands? Nú það er einhverju fleiri kostir við Austurland heldur en ég nefnt. Og það er til dæmis tækifæri í því að Austurland sé nær Evrópu heldur en aðrir landshlutar. Ég veit að sumir Austfirðingar eru þreyttir á að þetta sé sagt og segja þetta skiptingu máli, en þetta er samt tækifæri til framtíðar. Einhverjir dragbítar? Er skortur á heitu vatni? Jú, við erum líklega að viðurkenna það. Þið kannski þekkja það sem betur en ég samt. En það er samt þannig að eftir að varmadælur kom til, þá skiptir þetta ekki eins miklu máli eins og þetta er. Það þarf 30.000 kWh til að hita með íbúð ári og með varmadælu fer þetta niður í 14.000 kWh. Meira en helming. En auðvitað kostar varmadælan sitt. Nú það eru erfiðar samhverfur milli staða. Það er dragbítur hérna á Austurlandi og þið þekkið það öll. Og svo bara þetta, það eru of fáir íbúar. Það er dragbítur í sjálfu sig. Vil ég meina. Hvert viljum við fara? Hvert viljið þið fara með Austurlandi? Hvert vilja Íslendingar hafa með Austurlandi? Við sem þjóð. Viljum við fjölga íbúum á Austurlandi? Getum við fjölga íbúum á Austurlandi? Og ef við viljum það, hvernig eigum við þá að gera? Og ég ætla að setja hérna fram svona eina framtíðarmynd af Austurlandi og svona ýmsar hugleiðingar. Og þetta er bara svona ein mynd. Þið sjálfsagt eruð með einhverja aðrar í huga heldur en ég og það er allt í góðum með það. Þessi framtíðarmynd sem ég ætla að varpa upp, hún í fyrsta lagi, og það er náttúrulega allir sammála um það, að það þarf að breyta vegakerfinu á Austurlandi.
Til þess að þjappa íbúum Austurlands saman sem hefur sumuleyti sömu áhrif eins og fjölga fólki, stækka vinnumarkað, stækka þjónustusvæðin, auka öryggi og gera bara samgöngur greiðari og auðveldari hérna á milli staða. Og svo líka til að auðvelda samgöngur til annarra landa. En það er kannski meira mikilvægt og þess að meira vandamál milli staða á Austurlandi heldur til annarra landa. Austurland og Norðurland ættu að vera landshlutar sem geta stutt hvorann. Þetta er ekki eina mín orð, þetta er bara maður í atvinnulífinu, Akureyri, sem sagði mér þetta veturinn eftir að ég kláraði menntaskóla og þetta greiftist alveg í mig. Og ég notaði þetta oft og ég trúa á þetta, meira heldur Guð almáttugur, að Austurland og Norðurland ættu að vera landshlutar sem geta stutt. Ég bara nefnir gamans að við hjónin komum alltaf af og til hérna í Austurlands og við förum alltaf að kaupa föt hérna. Og þessi jakki hann keyptur hérna í Austurlandi og þessar buxur líka. Og þetta þarf ekki endilega að vera bara til áttum til Akureyrar þótt að það sé sterkari þjónustumiðja þar heldur en hér. Við þurfum að tengja þessa staði hérna á Miðausturlandi betur saman. Það er kannski hver sín að skoða með því. Ég er svona tafnar þess að búa til hennar hring. Ég held að það sé nú svona þáttar við sáttum það hérna á Austurlandi, kannski ekki að hlutu saman. Og hérna bara sjá að þeirra hring og helstu hérna þéttbýlisstaðina og svo álverið í Reyðarfirði, þannig að Fjólubrú. Og þá er komin svolítið eins og í raforkukerfunum, það er svona N-1 eða skorið á eina línu þá verður samt ekki rafmagnslaust. Og hérna er það þannig að það skorið einhvers staðar hring, það verður ekki heldur hérna samgöngulaust. Nú, og það þarf að klára norð-austurveg og ég er að sýna það hérna efst uppi og það er hérna til hliðar. Það er þannig að þegar maður beygir af þjóðvegi 1 og leggur af stað til Húsavíkur og heldur síðan áfram ströndina með norðausturvegi, þá kemur maður náttúrulega að lokum á Vopnafirði og það er maður bara beint upp á hálendið, sem er alveg fáránlegt. Auðvitað þarf norðausturvegur að komast inn á Hérað og Vopnafjörður sem er svona hálfgerður útlægi, hann þarf náttúrulega að geta tengst betur hérna. Og ég er líka talsmaður þess að stytta vegalengdir. Það er möguleikar á því að stytta á milli Egilsstaða og Akureyrar töluvert alls konar styttingum rúmlega 25 km. Og þá fer vegalengdin úr 248 km í 222 og það kannski svona virðist ekkert skipta miklu máli en þessi stytting hún myndi samt fyrir það að samskiptin hann á milli myndi aukast töluvert, líklega svona fjórðung. Einn framtíðarmynd fjölgun íbúa. Eigum við að stefna stórum bæ á Fljótsdalshéraði. Eigum við að stefna smá. Og eins og ég sagði ykkur, ég held að veðrið sé svona stærra, eitt af stærsta tækifæri varðandi búsetu í framtíðinni og þess vegna er ég að benda á Fljótsdalshéraði umfram ströndum. En ég veit að það var deilum það. Og eigum við að stefna því að á Egilsstöðum í Fellabæði þá sé eitthvað bara sem er í áttina Selfossi eða Akureyri. Og að þessi stóri staður að hann yrði til þess að allar aðrar byggðir á Austurlandi væri betri stöðu. Þær eru allar betri til búsetu. Ég held að þetta með sér megi fullyrða það að meirihluti Húsvíkinga viðurkennir það að Akureyri sé hann með 70-80 km fjarlægð frá Húsavík. Það gerir Húsavík betri búsetukosti. Heldur en ef Akureyri væri bara 1000 manna norðlæskur bæri, eins og flestir bæir norðlendir og svona 1000-2000 manns. Og ég held líka til dæmis að Hellu að þeir sem búa þar, þeir telja það betra
fyrir Hellu að Selfoss sé þessar sendur. Og sem sagt að allir græða á þessu, það verði auðveldara að fjölga fólki líka annars staðar á Austurlandi ef það er komin einn sterkur og sterkari staður á þetta. En þá erum við bara komin að þessari spurningu. Ég legg fram þessa pælingu. Viljum við þetta eða viljum við þetta ekki? Viljum við fá smáborg hérna á Egilsstöðum, Hverfabæ eða ekki? Og þið þurfið að svara því fyrir ykkur. Ég þekki ekki nógu marga hérna á Austurlandi, en þeir fáu sem ég talaði við, það voru ekki fyrst og vildi að Egilsstaðir væri eitthvað stærri heldur en við núna. Og það var líka að spyrja fólk á Fljótsdalshéraði vera til í þetta. En fólkið hérna á Austurlandi sem býr við ströndina hafi ekki áhuga á þessu. Sjáu þetta jafnvel sem ógn við sig. Það getur líka verið. Það til dæmis með sjúkrahúsið hérna á Austurlandi ef það byggist stór staður hérna á Egilsstöðum. Það þarf ekki byggja nýtt sjúkrahús. Jú, líklega. Verður það ekki staðsett þá í þessum kjarnastóra bæ? Líklega. Hvað verður sjúkrahúsið sem núna á Neskústað? Það er ekkert að segja neitt það, vonandi fengið eitthvað sérhæðara hlutverk. Og ég veit að ég er komin inn á jarðsprengjusvæðið með þessu tali. Ég byggur að fræðilega þessu þóri. Það getur vel verið að það sé hægt að fara í þessa átt þótt að það væri bara þeir sem búa á Fljótsdalshéraði sem vilja fara í þessa átt. En auðvitað eru meiri líkur á árangri í einhverju svona ef að firðirnir væru líka með. Alveg eins og Austurland barðist saman fyrir því að fá stóriðjuframkvæmdir og álver. Og það bara árum. En ef við viljum þetta, þá hvernig? Hvað þarf fyrir? Sko, fyrsta leið, þá held ég að það sé ekki litið sömu augum áður að velja sig búsetu utan höfuðborgarsvæðisins. Fundarstjórinn nefndi þetta. Það er svolítið erfitt að setja fingurinn á þetta. En þetta er að koma út úr rannsóknum með það sem Þórður Bjarnason hefur gert og svona áhuga fólks á búsetu. Það til dæmis kemur bara Akureyri og Ísland kom mjög vel út úr því ef að fólk er spurt hvað myndi vilja búa ef að húsnæðisverð það sama alltaf. En þegar ég var ungur maður, þá var tilfinningin svolítið að flytja út fyrir höfuðborgarsvæðið, út á land sem er enda orðsynlega fólki og landsbygd. Að það væri bara eitthvað lúserang, það væri bara merkjum eitthvað andlegt og þrótt að vilja búa annars staðar heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Það gerði ekki einhver sem var algjörlega búinn að missa allan þetta. En þetta er einhver leiti breytt en ég alveg vísindilega niðurstöðu til að negla það niður. Svo veitum líka að það er stærri og stærri hlutur fólk sem getur tekið með sér. Nokkað sem það vill. Og hvernig er hægt að lokka þetta fólk til Íslands? Ég held að við viljum fjölga fólki þá ætti að satsa fyrst og fremst á þetta fólk. Og hvað það til? Já, fyrsta lagi þarf íbúðir. Það hefur verið það mikið skortur á íbúðum á Íslandi. Já, bara þar sem eru íbúðir, sá staður er strax komin skrefið framar í það að fá íbúð. Og það held ég að ef maður væri farið út í eitthvað svona ákveðinu sem ég er að kasta hérna upp, þá þyrfti eitthvað prógram til að fjölga íbúðum. Og ef við ætlum að fara að byggja íbúðir, og þá þarf náttúrulega eitthvað skipulag, þá þarf einhverja framtíðarsýn. Og ef við erum að sjá fram á það að einhver bæri svo Egilsstaðir sé að stækka mikið, þá þurfum við að hafa framtíðarsýnina tilbúna, þannig að endi ekki sem einhverju ljótur
og ófráhrindandi bæ, heldur endi sem sjarmerandi. Og það skiptir mjög miklu að sjarmerandi bæir draga að sér líka. Gott veður, við erum búin að tala það. Nú það þá leikskólapláss. Það er mjög mikilvægt að ungt fólk sums staðar að stökkva bara á þann stað þar sem leikskóli. Þetta keppni alltaf setja á það sem góðir leikskólar og grunnskólar og verðum setja heila. Svo þetta kannski sem svona eitt af þessum sem nýja, að það þarf nálega útland. Það þarf utanlandsflug. Ég held því fram að ef það væri ekkert utanlandsflug frá Íslandi, hvað haldið þið að mikið af kynslóðanir sem núna í svona menntaskóla og háskóla myndi vilja velja Ísland til búsetu eða væri ekkert utanlandsflug frá Íslandi? Ég held að væri að hafa það máli. En þetta skipti föður minn engu máli og ekki móður mína heldur. Þau fóru aldrei til útlanda þegar þau voru orðin komin á eftirlaunaldur. En þetta skiptir mjög miklu máli fyrir okkur, sérstaklega út af þessu leiðinlega veðri á Íslandi, að komast í útlanda. Og eftir sem við erum lengra frá nálæðinni við útland, nálæðinni við útland er náttúrulega flugvöllurinn það sem er flogið til útlanda, því verði að staða. Það verður að berjast í því af Akureyri að koma á millilandaflugi og það er loksins að ganga. En maður hefur tilfinningunni að Akureyri og Norðurland sé svona alveg á mörkunum vera nógu stór og fjölmennur landshluti til þess að ganga. Þannig ég set bara hér að þetta svolítið háð mannfjölda. Við fáum frekar utanlandsflug ef það er meiri mannfjölda. Þetta býtur náttúrulega skottið á þessu. Og ef við fáum utanlandsflug þá fáum við meiri íbúa. Þetta er svona margt sem svona spíralar í sömu áttina eins og fleiri atriði. Og svo náttúrulega ferðaþjónustan eitthvað sem utanlandsflugið svona grundvöllur fyrir. Það þarf menningarstarfsemi, það þarf íþróttir og listir. Það má spyrja, nægt framlag frá ríkinu í þetta hér? Nei. Og það ég vil halda þér fram að þurfi einhverja nýsköpunar og það þarf eitthvað þá sérstaklega fyrir Austurland. Eins og þau kannski vitið, þá eru svona nýsköpunarsjóðir fyrir allt Ísland og höfuðborgarsvæðið svo sterkt og nýsköpunar svona kúltúrinn þar svo sterkur að höfuðborgarsvæðið það bara sogar þetta allt í sig. Og ef það einhverjir áhugasamir nýsköpun, annars staðar þarna í höfuðborgarsvæðinu, þá var mjög mikil hætta að þeir flytji til Reykjavík ef þeir eru frumkvæmur. Það þarf eitthvað sérstaklega fyrir landshluta eins og Austurland. Að allir tengjarnir sem fara á einhverjum sérstökum sjóði fara í nýsköpunarverkefni hér. Það er ekki þannig að geta sogast eitthvað. Að þeir sem eru að skrifa umsóknir hérna, þeir viti það að þeir eru bara að keppa við aðra sem eru að skrifa umsóknir hér en ekki allt annað. Svo það bara meiri atvinnustarfsemi. Ég mikill stuðningsmaður fiskeldis og iðnaðar og fleira. En við skulum samt aftur því að við og aðrar vestrænar þjóðir, við erum að færast lengra og lengra í átt að þjónustusamfélagi. Það er færra og færra fólk sem vinnur í framleiðslu, en það er fleira og fleira fólk sem vinnur í þjónustu. Og stærstu fyrirtæki í heimi núna eru þjónustufyrirtæki. Það er ekki einhver fyrirtæki sem framleiðir bíla eða eitthvað slíkt. Hvað það til? Ríkisvaldið þyrfti að vera með í svona átaki. Ég held að það sé alveg ljóst. Það er erfitt að fara í einhver svona áætlun ef með vilja á stuðningi ríkisins. En ríkið, sem er alltaf bara við, það ætti að fagna því að íbúðir sé að byggja. Einhverjir landshlutar vilja fara í átak við að fjölga íbúðum og byggja upp íbúðarhúsnæði og því. Og hvað þyrfti frá ríkinu? Það er alltaf ýmslegt, ég ætla að nefna nokkra hluti.
Fyrsta lagi það náttúrulega móralskan stuðning, bara að Alþingi, ríkisstjórn og svona helstu svona, hvað að segja, þeir sem ráða ferðinu í Íslandi, þeir séu með þessu og sjá þetta sem jákvæðan. Það þarf kannski borgarstefnu fyrir landsfélög í Austurlandi. Það verið að samþykkja núna, ég veit hvort það búið borgarstefnu fyrir Ísland, sem ég mjög gagnrýninn á því að það verið að setja Akureyri og Reykjavík saman og Akureyri lendir svona næstu í afgangs því að borgin orðin svo stór í borgarstefnu. Ég tel að hefði þurft að vera að það bara sé að stefna fyrir Reykjavík og sé að stefna fyrir Akureyri, þar fyrir að brota það saman. Það þarf fleiri störf á vegum ríkisins. Það þarf flugþróunarsjóð til að styðja utanlandsflug og hann til, en það ekki víst að vera til endalaust. Það þarf stuðning við nýsköpun, eins og ég var að nefna. Það þarf aukinn stuðning við listir og íþróttir og menningarstarfsemi. Og það þarf svona kannski endurskoða þennan stuðning með minni áherslu á höfuðborgarsvæðinu. Til þess leiklist. Í leiklistinni fer megnið af peningunum enn á höfuðborgarsvæðinu. Það verið að halda upp í Þjóðleikhúsið á vegum ríkisins, það kostar einhvern meira en milljarð á ári. Og það ekki vegna þess að það þurfi endilega að vera stórt leikhús á vegum ríkisins. Það annað stórt leikhús á höfuðborgarsvæðinu, sem borgarleikhúsið. Og það getur spurt, þarf 2 stór leikhús á höfuðborgarsvæðinu eða ætti bara að dreifa féð til leiklistastarfsemi á fleiri staði. Og það þarf stuðning við samgöngubætur, þær eru dýrar. Ég talsmaður þess að taka veggjöld til þess að hjálpa til við að fjármagna svona framkvæmdir og geta að fara hraðar, gert fleiri framkvæmdir á styttri tíma heldur en að komi 100% ríkissjóð. Og þarna eins og á mörgum stöðum leiðu það fleiri sem búa hérna að koma meiri tekjur af veggjum. Nú það þarf líklega einhvern stuðning til svona kynningarátak, þar sem Austurland reynir að skilja sig og reynir að fá íbúa til Hafnarfjarðar. Og eins og ég nefndi það þarf vantilega svona einhvern stuðning ríkisins við kerfi til að fjölga íbúðum. Og íbúðum, að byggja upp íbúðum. Væri það bein framlög frá ríkinu, sem væri bara samkvæmt fyrirfram ákveðinni stefnu. Aðstoð í formi þess að ríkið hefur lægsta fjármagnskostnað, það eitthvað sem ég tel að mætti nota. Og það bara ein pæling þeirra. Sveitarfélagið fær lán frá ríkinu á ríkiskjörum. Það byggir svona 10-20 íbúðir. Íbúðirnar sem seljast ekki strax, það er reynt að selja allar strax. Það eru settar leigur. En eru samt áfram til sölu og hvers skipti sem einhver íbúð selst þá önnur íbúð byggð. Og þetta kostar ríkið ekki neitt. Þetta bara, ríkið tekur fjármagn á markaði, það bestu kjörin sem hugsast geta og þannig er komin lægri fjármagnskostnað heldur en sveitarfélög hafa og miklu lægri fjármagnskostnað heldur en einhver fyrirtæki. Og svona varðandi stuðning ríkisins til að fjölga íbúðum á Austurlandi, þá skulum við bara hafa það í huga, það sem ég nefndi áðan, að ríkið ætlar að setja 200-300 milljarða í það að styðja við íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Með borgarlínu. Og mér finnst bara að mætti alveg spyrja þeirra spurningar, var ekki bara betra að það yrði engin meiri mannfjölgun á höfuðborgarsvæðinu og ríkið setti bara 200-300 milljarða í það að byggja annar staðar heldur en höfuðborgarsvæðinu. Það bara setti 200-300 milljarða í það að byggja íbúðir. Og svo þegar þau sendust þá bara var ég haldið áfram út að rúla þessum áfram. Ég finnst það með ég alveg spyrja þessar spurningar. Og ég ætla að hætta þá á svipum hátt eins og ég byrjaði. Skiptir Austurland máli.
Austurland dýrmætt fyrir Ísland. Austurland tækifæri fyrir Ísland. Og ef okkur tekst, ykkur og þjóðinni í heild, að auka íbúðir á Austurlandi verulega, jafnvel með smáborg, eitthvað svipur stíl eins og Selfoss eða Akureyri, þá erum við búin að breyta Íslandi heild sinni mjög mikið. Og þá Ísland orðið betra og áhugaverðara, segi ég bara fullum fyrr. Hvað mikill mannfjöldi á einum stað og minna annar staðar þegar ég að gera Ísland minna áhugavert en það séu fleiri smáborgir og fjölbreyttari menningum allan. Og ég ætla að láta staðinn hér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta mjög áhugaverða innlegg. Næstu fyrirlesarar eru ungir Austfirðingar sem munu tala það hvað þurfa að vera til staðar á Austurlandi framtíðarinnar. Fyrst upp í pontu vil ég kynna Rut Hjartardóttur nema við Verkfræðiskólann á Austurlandi. Kæru Austfirðingar, ég heiti Rut Hjartardóttir og ég 16 ára. Ég ólst upp í Neskaupstað og hef alla tíð búið þar. Í dag ég nemandi í Menntaskóla Austurland og við blakakappi. Þegar ég var yngri var ég líka á skíðu og skíði og útvist á fjöllin eiga sér sérstakar stað í hjarta mínu. Í gegnum tíðina hef ég verið virkur þátttakandi í félagslífi, bæði í grunnskólum, í verkfræðiskólum, ungmennaferðadagar og margt fleira. Þetta hefur kennt mér og sýnt mér það er mikilvægt að ungt fólk hafi rödd. Framtíð mín opin. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég ætla að læra. Kannski iðnþjálfun, kannski kennslu, sálfræði, ljósmóðið, kannski eitthvað allt annað. En ég veit eitt. Ég ætla að fara burt eftir stúdent. Ég ætla bara að læra og sjá heiminn og prófa eitthvað nýtt. Ég sé samt fyrir mér að koma aftur heim. Ég myndi ekki vænt bæinn og finnst mikilvægt að börnin mín þegar það kemur fá að alast upp í litlu og öruggu samfélagi rétt eins og ég. Það sem heillar við Austurland nándin, öryggi, náttúru og tækifæri til að hreyfa sig og vera úti. Að geta fara á skíði við stuttum fyrirvara og þurfum ekki að eyða tíma í akstur og skurð innanbæjar. En það eru líka alls konar áskoranir. Við þurfum að gera betur til að laða ungt fólk að og að halda því hér. Til dæmis eru leikskólagjöld að hækka og ræktakort og skíðapassar eru líka mjög dýrir. Það mætti vera miklu fleiri afslættum fyrir ungt fólk og þá meina ég ekki endilega bara 18 ára yngri. Þetta er líka fyrir ungt fólk sem er að reyna að mennta sig. Og ég verð að nefna að það er mikið áhyggjuefni hvað eru margir leikskólar og grunnskólar að segja upp störfum. Það er alvarlegt mál og áhrifin koma fljótt í ljós í litlu samfélagi rétt eins og okkar. Svo er það flugsamgöngunnar. Fluggjöldin gera það erfitt fyrir unga Austfirðinga að halda tengslu við heimabæinn sinn. Það er einfaldlega ekki eðlilegt að ungt fólk þurfi að keyra 50 eða jafnvel 70 hringi í kringum landi bara til að komast heim að þeir flugmiðarnir eru orðnir svo dýrir. Við elskum Austurland en það má ekki vera þannig að þessi dýrara heimsækja æskuheimili heldur en að fljúga til útlanda. Í lokin ráðum mér að segja. Við unga fólki viljum margt. Við viljum öryggi og við viljum tækifæri og við viljum geta verið stolt af því að búa á Austurlandi. Við viljum líka geta keypt okkur ræktakort án þess að þurfa að leita okkur auka vinnu samdægurs og við viljum geta heimsótt og afa án þess að þurfa að selja úr okkur nýra til að borga flugmiðann. Við viljum búa hér og við viljum koma aftur heim en þá þarf samfélagi að hlusta á okkur og skapa það skilyrði sem gerir okkur drauma mögulega. Við viljum sjá framtíð þar sem ungt fólk getur sagt já, ég vil búa hér, ekki bara ég verð að flytja. Takk fyrir mig.
Katla Torfadóttir, starfsmaður NK Fjarðabyggð. Ég ólst upp fyrir sunnan en flutti hingað til að fara í menntaskóla og kom þá með fjölskyldunni minni, það búið hér síðan. Þegar ég var beðin að tala um hérna þá var ég búin að pæla aðeins í þessu og ákvað að sækja í annað fólk líka og spyrja til og upp kom eiginlega 5 punktar sem að þurfti að bæta á Austurlandi til þess að þetta verði betra fyrir ungt fólk. Fyrsti menntun og vinna. Það vantar betra aðgengi að háskólanámi í Austurlandi. Ég held að það viti bara allir á það vanti. Hvort sem það fjarnám eða staðnám eða eitthvað þar á milli, það þarf að bæta það. Á meðan að það verður að bæta það þarf hjálp til þess að koma ungu fólki suður sem og koma í aftur tilbaka. Því þegar þú ert flutt suður, þá er svo erfitt að komast aftur tilbaka. Bara að flytja, finna vinnu, aftur vantar líka upp á félagslífið. Það oft það sem vantar upp á að fólk fer suður, sæti í félagstíka, og kemur svo hingað og það bara allt dögt. Það ekkert gerast, þau bara eru heima. Vantar svolítið að byggja það og menningu og þess. Svo það samgöngur, bæði suður, flug, suður, þarf að bæta, sem og samgöngur á milli bæjarfélaga. Ég vil geta farið með Reyðarfjörð eða á Seyðisfjörð eitthvað án þess að eiga minn eigin bíl og án þess að geta bara farið eina rútuferð hvora leiðina. Það vantar svolítið þar. Svo það heilbrigðisþjónusta. Það vantar líka þar, sérstaklega í geðheilbrigði, sálfræðingar og svoleiðis. Það bara ekkert að fá með það fyrir austan. Og það þá mjög slæmt ef það kemur upp á og maður þarf bara allir hjálp. Og svo það húsnæði. Það vantar fleiri lóðir og minna húsnæði. Og það ekki bara að kaupa fyrstu 200 fermetra. Ég held að það sé alveg víst. Og svo þarf að koma með þessu breytingum til ungs fólks á þeirra tungumáli, á þeirra, þannig að þau taki við. Og það kemur samfélagsmiðlar sterkir. Það sem Instagram, Facebook, TikTok. Það kemur sterkir. Bættum mig. Þetta kallar þá það Lilja Sif Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá Austurlandi. Sæl. Já, það var nátt, ok. Hæ. Ég var einmitt líka búin að tala eins og fólk kringum mig. Þannig að ég sé að þeir eru að náttúrulega hugmynd. Og hún tók flesta punktana mína. Sem samt bara gott ég er að vera 32, ég veit ekki hvað hún gömul. Ég er alveg svolítið eldri en gaman að vera með í kringum hennar. Hann skilji, hvort að finnast þetta hún. En já, minn list alveg svolítið svipaður. Þannig að ég er ekki Austfirðingur. Ég fædd upp í Grímseyri norðan, þannig ég vön litlu bæjarlífi og lærði svo í fyrir norðan, flutti suður, fyrir háskóla þar, flutti til New York. Nefndum svo í mann í Reykjavík og heimtaði strax að flytja til land. Af því að hef engan áhuga að búa á höfuðborgarsvæðinu eins og til mörgurlega kannast við margt sem ekki mjög heillandi þar sem heillandi hér. Fyrst þá fremst langar mig bara aðeins að ræða fasteignagjöldin. Ég ætla að koma á þann aldur, skilji, ég er að kaupa mér, keypti nokkuð fyrir fluttum. Þau eru náttúrulega svona tæplega búin að tvöfaldast síðan við keyptum fyrir 4 árum síðan. Og það bara svolítið stór biti, við erum ekki komin í einbýlishús sem náttúrulega draumurinn næst. En það hefur alveg mikil áhrif að einmitt eins og nefndi að það vantar svolítið minni eignir. Bæði það náttúrulega íbúðir fyrir þá sem eru fyrstu kaupendur, en við sem erum að kaupa kannski annarskipti langar í einbýlishús ætlum ekki að eignast börn, þannig við þurfum ekki 200 fermetrar plús. Við þurfum bara að auka herbergi fyrir hann pappa þetta með heimsókn. Þannig að 100 fermetrar að vera fullkomið, en það bara ekki mikið í boði. Og hvað þá lóðir, það alveg vissulega nokkrar, við erum búin að skoða þær, en
maður alltaf með skoðanir og það var best að hafa nóg valmöguleikum, þannig að það verður rosa gott að fá fleiri valmöguleika til að skoða þar. Já, svo voru allir sem ég talaði saman því að það mætti vera, við erum rosa mikið náttúru fólk eins og við flestir hérna eins og þannig líka. Sækjum fjöllin, þú veist, maður út að hjóla, hlaupa og ganga. Ég reyndar ekki ennfarið á skíðum fyrir austan, ekki seninu, en ég á eftir að skoða. En við viljum fleiri hjóla á göngustíga. Það náttúrulega fullt af flottum gönguleiðum, fjallaleiðum og svoleiðis, en maður þarf rosa oft að keyra úr bænum. Þannig að það væri svo gott að geta tengt bæina meira við. Ég veit þetta á örugglega betur við á fjörðum, þannig afsakið ég bý hérna í Kveðbæ. En það svo gott að geta bara lappa það heima eða hjóla það heima, en að þurfa að hjóla alltaf á vegi eða hjóla endalaust yfir á milli staða til að komast inn á slóða. Það væri rosa gott að lagfa þetta. Við erum bara með 1 bíl á heimilinu, þannig að ef hann að gera það, þá þarf ekki að finna mér eitthvað líka að gera. Það fækkar strax valmöguleikum. Já, ég var líka með fjarnám HÍ, eða sem bara HÍ og háskólana áblaðin á mér. Ég er bæði búin að læra í háskólanum Reykjavík, þegar bjó í Reykjavík og taka fjarnám. Mér langar að fara að læra eitthvað, en ég varð að velja af því fáa sem var í boði og tók fjarnám frá HÍ. Langar samt í mastersnám, en það ekki námið sem ég langar að læra í boði í fjarnámi. En ég hef engan áhuga að flytja suður til að sækja þetta nám. Og þá eru bara valmöguleikarnir ekki rosalega margir. Þannig að mér líður sem eins og sé, ég heyri það með á fólki hér, að það mikill vilji til þess að laga þetta hérna frá. En þú veist, af hverju ekki verið að reyna að laga þetta hérna mér? Stoppið innan hússins í HÍ, skilji ég, því að ég heyrti þetta bara mikið á gagnstofunni vinnunni minni í Austurbrú og ég heyrti það Núlaþing og fleiri innan stjórnsýslunnar, þannig að ég forvitin, af hverju eru þau svona mikilvægt, af hverju ekki löngu búið að laga fjarnámið hjá HÍ og beturbæta þetta. Ég man að ég var í ferðamálafræðinni í HÍ, sem sagt 2017, 2019 og það var alltaf einn kennari innan þess náms sem stoppaði það að tímandi bara eru settur á neti, þannig að maður verið lasinn, gæti það samt hort samdægurs og við flissum alltaf að hann hefði bara svo miklu ágjörði að greiðandi myndi hægt að halda í salin. En það þarf alltaf bara einhverja eina mannsku, þannig að maður spáir á því hvað, en það eru svo margir sem eru hljóðað fyrir þessu, þannig að það væri bara áhugavert að skoða, það bara einhver þrjóskuhaus fyrir sunnan sem hindrar það að við mjög mörg getum bætt við okkur námi sem búum hér. Það bara svona góða pælingar. Svo var líka pæling með að ná fólkinu sem flytur að heiman aftur heim. Þannig að það væri til að byrja með rosa gott ef einhver innan stjórnsýslunnar væri með það að ef ég þekki ekki svæðið, gæti ég heyrt í þeim og fengi bara alltaf tengiliði hvað þarf ég að vita, hvað þarf ég að skoða ef ég hugsa mér að flytja hingað, ef ég tengist ekki svæðinu. Nú tengingin mín alltaf hérna, þannig að við þurftum þess ekki fyrir hugmynga með 6 vikna fyrirvara árið 21. En það reddaðist þetta allt. En ég hugsa bara ef ég væri að skoða starf hér og væri ekki hérðan, ég myndi bara fara yfir vera með að googla og reyna að finna út, tengilegi hagkvömjörskólanum, frístundir og allt þetta. Að af hverju ekki bara partur af starfslýsingu einhvers starfsmanns innan stjórnsýslunnar þar sem að það bara auglýstur tengilegur fyrir fólk sem að íhuga flyttinga. Skoðaði bara aðeins á Núlaþing síðan í gær og fann bara fína myndbandi sem var gert fyrir Sameinuðu alltaf, sveitarfélögin, saman en ekkert svona sem að ef ég var í íhuga kominga, ég hefði mér bara einanlega síðan, helst alltaf bara tengið ef ég hefði fleiri spurningar. Þannig að það var svona pælingar í því. En svo ef við viljum reyna að ná fólki sem ætti að vera auðvelt að ná háu hlutfalli af til baka, það er fólki sem þekkir svæðið. Þannig að þegar hérna, það þegar að elska náttúrunni og veit hvað skíðasvæðin eru næs og hvað fjöllin eru best á landinu skilji. Það á að vera svo auðvelt að ná þeim aftur heim, það þarf minni markaðssetning og ég ná þeim heldur fólki sem er ekki það og þá kannski að það kynnast svæðinu. Þannig að það mætti kannski, ég veit ekki hvernig, en það kannski skoða að finna leið sem væri góð, ég að ná þessu fólki aftur heim. Þess unga fólki sem fer, en ef þetta hefur áhuga að koma aftur. Já, ég sætti þetta rosalega hratt, ég held að þetta sé samt listinn sko. Já, það mig.
fyrir þetta. Nú ætlum við að gera stutt kaffi hér til að margir orðinir kaffi þyrstir núna og setja þetta lengt í dag. Það er svona 10 mínútur. Takk fyrir samfélag Vísileg að búa í og ræðir aðeins hvernig samfélag gengur að þjónusta íbúa. Einmitt að kenna, þegar þú var lítill, 90 nemendur. En ég á tengingar austur. Ég ræktaði að Refstað í Vopnafirði, þú vitið það. En ég næ ekki alveg hingað. Ég ætla að segja ykkur fjalla þetta er eiginlega svona næstu í 4 rannsóknir undir. Þegar ég var að tala við Urði, þá var hún með óskalista og ég vissi ekki eiginlega hvernig ég ætti að mæta þessu en í svona 20 mínúna erindi eða korter þá var ég vanur að fjalla bara einn af svona punktum eða eina rannsókn hverju sinni. Þannig að þið verðið að taka viljan til verkið ef ég verður óskýr og fer svolítið fram og tilbaka. Tvær af þessum byggja á, svo ég auglýsi nú aðeins, íbúakönnun landshlutana sem að landshlutasamtökin standa saman að framkvæma hvert ár og þessi könnun er að gefa okkur mjög dýrmætar upplýsingar, meðal annars það sem ég mun fjalla hér og ef þið fóðum boðum að taka þátt í þessari könnun, endilega verðið með. Þannig að við erum að fá næstu því 11.000 svör í hverri rannsókn og við erum búin að gera þrisvar sinnum utan við byrjum á Vesturlandi og síðan buðum við öðrum landshlutum að vera með 2016. Við komum ekki inn þá en síðan komum við inn 2020 og svo 2023. Þannig við eigum greiðlega mikið að gögn. Fyrst. Aðdráttarafl sveitarfélaga. Það var þessi mynd sem vakti athygli mína í fyrstu svona könnuninni sem var 2016. Þetta var einn af því sem við spyrjum eins og þið kannast við, því sem maður líkið átt, til dæmis, við spyrjum til dæmis látum við þáttakendur meta það, þegar staðan er á 40 mismunandi þáttum sem það eru mikilvæg búsetuskilyrði svona samkvæmt mjög mörgum rannsóknum og reynslu ýmissa manna í byggðaþróun og atvinnuþróun. Og eitt af því nálægði fjölbreyttana, kannski ég einnig að það var sólina líka eða veðrið, kannski þurfum við að bæta því við. En þá sá ég þessa mjög sérstöku mynd, hún på tilvíðin ágæðum. En svar við stöðunni þá á þessum ásefnum, þannig að staðan mjög góð ef þú ert ofarlega á þessum ás. En síðan, fyrir sömu 40 þætti þá spyrjum við mikilvægi þessara þátta fyrir áframhaldandi búsetu þína á staðnum þar þú býr. Og
svo er ég með einkunnina fyrir það hérna á þessum ás. Síðan greindi ég þennan eina þátt eftir öllum rannsóknum sem tóku þennan þátt, þetta árið. Þá fæ ég þessa merkilegu línu hérna, 45 gráðu línu gegnum allt safnið fyrir þennan tiltekna þátt og ekkert marga aðra þætti. Og hvað segir það? Það segir mér það að þeir sem lenda hérna megin í myndinu, þeir eru frekar óánægðir með aðgengi að fjölbreyttri náttúru, en þeim er alveg sama. Þeir sem lenda hér, hérna uppi, þeir eru mjög ánægðir með aðgengi að fjölbreyttri náttúru. En það skiptir þá líka mjög miklu máli fyrir áframhaldandi búsetu. Þetta sagði mér það að íbúarnir, og þetta passaði alveg við kenningar sem ég hef heyrt, að íbúar hvers lands eru mjög ólíkir. Búsetukostir þurfa að vera fjölbreytt til þess að geta mætt óskum svona íbúar. Þetta er eins og til dæmis með fólk. Það væri auðvitað rosalega auðvelt fyrir okkur kallana eða væri bara framleitt einn snögg ríkisvöld fyrir alla. Það er ekki þannig. Við höfum nefnilega mismunandi óskir stöðum. Sama á við búsetukostir. Þess vegna sagði ég eins og ég var að ræddi þetta lauslega við hérna áður ég kom. Ef við getum snúið landinu þannig að allir íbúar í einhverju svona hugaflugi, allir íbúar höfuðborgarsvæðisins sem væri allt í einu komnir á Egilsstaði, þá myndu núverandi íbúar í Egilsstaði sem er að flytja út. Af því þetta væri ekki það samfélag. Og það er athyglisvert í flest öllum könnunum sem við gerum, hvað með þessum. Þá er yfir 80% íbúa, hvað sem er á landinu, mjög sáttur við þann stað sem við búa og er ekkert að spá í að flytja. En athyglisverða við þessi mengi var sá að þau svæði sem lendi í þessu mengi hérna fyrir neðan voru sem sagt landsvæði alveg á jaðri höfuðborgarsvæðisins. Þarna erum við með Akranes, við erum með Sandgerði, Reykjanesbæ og Garð. Hérna uppi hins vegar erum við með mjög fámenn samfélög og mjög langt frá sterka kjarna á Suðvesturlandi. Og síðan fór ég í formlega rannsókn á þessu til þess að greina hvað er það þá sem að þessi landsvæði, hvers konar íbúa eru þá þessi mismunandi landsvæði með, og ég flokkaði þau eiginlega bara í fernt. Í þessari stúdíu þá voru fámenn, miðlægssamfélög, það er að segja á jaðri höfuðborgarsvæðisins, það er A. Fámenn fjarlæg, einangruð samfélög, það er þá eins og Árneshreppur og Ströndum, það getur við Borgarfjörður eystra hér. Fjölmenn fjarlæg samfélög. Í þessu safni var það til dæmis Sauðárkrókur, það var Vestmannaeyjar, það var Ísafjörður, en gæti verið Egilsstaðir hér. Og fjölmenn miðlæg samfélög, það er þá Akranes, Reykjanesbæ og þessum. Og það sem var niðurstaðan í þessari stúdíu er það sem stendur þarna undir, og ég skyggi með einhverjum lit ef það er sama atriði að finna í öðrum flokki A, B, C eða D. Og fyrir fámenn miðlægssveitarfélög var í rauninni sterka ímynd þeirra, og það sem eiginlega hélt íbúum voru umhverfisvæn samfélag, en einnig með góða skóla fyrir yngri börn. Fámenn fjarlæg, þau voru mjög sterk varðandi einmitt bæði aðgengi að fjölbreyttri náttúru, en líka kyrrð og ró, þetta sem við kallum tranquility á ensku. En einnig voru þau góð fyrir almennt gott mannlíf. Og umhverfisvæn voru þau líka, en þau deila því með A, en almennt öryggi og gott mannlíf deila þau með flokkur C, sem eru fjölmenn fjarlæg samfélög og gæti aldrei Egilsstaðir, eins og við sagðum það. Þar eru þau með sterka ímynd
fyrir íbúa sem leggja áherslu á að sækja sterka umgjörð fyrir eldri börn, segir ég þarna. Það var svona menntaskóli og svona unglingastarf og þess aftar frá skólaskóli en einnig fyrir almennt öryggi og gott mannlíf. Fjölmenn miðlasamfélög voru hins vegar með sterka ímynd fyrir íbúa sem leggja áherslu á góða skóla fyrir yngri börn sín og annað því tengt, til dæmis öflug íþróttastarf og annað þessu. Síðan unnum við þetta í svona aðeins öflugri töflu og tókum svona dæmi hvaða samfélag þetta hætti við, bættum inn nýrri vídd sem var þá hvorki fjölmenn fjarlæg og hvorki miðlæg með fjarlæg sem gerir þá til dæmis eins og við sjáum þetta Borgarnes lendir í akkurat þar í miðjunni, hvorki fjölmenn með fámenn og hvorki miðlæg með fjarlæg. En svo ég var nú reyni að þá og ég núna að smá saman svissa yfir það sem heitir byggðabragur. Þetta tengist í rauninni bæði á aðdráttarafli sveitarfélagi en líka byggðabragur. En við gerðum sem sagt stúdíu við höfum ítrekað séð hrikalega góða útkomu í þessari íbúðkönnun fyrir því vestra eða vesturhú. Og við skiptum ekkert í þessu, þetta var svona utanfrá. Ætti þetta að vera samfélag sem var í tómu vandræðum og allir með hausinn honi, ég veit ekki hvað. En þeir voru bara ógeðslega peppaðir, svo ég orðið þetta pepp. Og það sem eitt af því sem við tókum eftir og var mjög óvenjulegt, það var þessi mynd hér sem svolítið í ætt við fyrri myndina, en hérna ég að skoða öll svör í vesturhúm og ég skipti svörunum eiginlega á milli karl og kvenna. Og þá aftur hérna á þessum ásinn staðan og mikilvægi viðkomandi og hérna með alla 40 þættina sem spurt var út í. Og hvað segir þessi mynd okkur? Þessi mynd segir okkur það að konurnar eru miklu ánægðari heldur en kallarnir með flest búsetuskilyrði ef ekki annað. Vegna þess að þau að punktarnir sem eru hérna munur á konungköllum að þeir eru allir fyrir ofan þessa línu hér sem er hérna lágum. Ef að punktarnir eru hérna hægra megin við þessa sem er lóðri, þá eru punktarnir sko mikilvægir fyrir áramótin húsið kvenna heldur en kallar. Kallarnir eru hérna megin. Og þetta fannst okkur mjög merkilegt. Í yfirleitt það þannig varðandi byggðir sem eru svona að ströggla að þá eru konurnar óanæðri og þær flytja fyrst og svo fylgir kallarnir á eftir. Það er svona grófabustur. Þannig að þetta var svona óvænt fyrir samfélagi út á landi. Þetta eiginlega myndir sem við erum að fá á höfuðhúsum. En svona þetta vesturhúm. Og eftir ég gerði grein fyrir þessu og þá dróða þeir upp slagorðið Happy Wife, Happy Life. Það verður okkar slagorð hérna. En það var ekki þannig að kallarnir í vesturhúm væri eitthvað óhamingjusamari eða óanæðri með þessi búsetuskilyrði heldur en kallar alls staðar annars og landsbyggðum. Þeir voru bara álíka á pari. Þannig að konurnar voru virkilega gíðar þetta og ánægðar með flest. Og að sumleiti var með kópera eða klóna heitir það víst. Íbúana í Húnavatnssýslunum, þannig sérstaklega vesturhúm og dreifa þeim svona. Og smíða, en ég sem sagt eftir þessa stúdíu, þetta hins vegar staðan hér. Ég dró upp samskona mín bara með þetta þá fáum við svona þetta dæmigerða landsbyggðar. Það eru fleiri, konurnar eru óanæðri hér, eiginlega flest búsetuskilyrði heldur en kallar. Og það sem að ef þið viljið velja einhver verkefni, viljið bæta úr þessu, þá myndi ég fara í þau verkefni sem eru leynustir í hópninu niður. Því það eru þeir punktar og þau atriði sem konunum finnst langmikilvægast í samanburði við karla, en eru langóanægast í samanburði við karla. Þess vegna dreg ég hring utan þegar hann komið nú. Svo þetta fyrir sérstaklega. Þannig ég geti síðan bara að lesa þetta, ég geti fengið þessa myndir hjá mér og kíkt á þetta. Það mætti svo sem greina þetta aðeins meira. En þá ég komin yfir byggðarbraut. Í framhaldi
framhaldi af þessari stúdíu minni, við gerum þetta sérst 2 skrefum. Ég kallaði fyrir stúdíuna á, þetta var sambarnarannsókn sérst á milli Vesturhún, Austurhún og Dalabyggð sem hluti af Vesturlandi, en ég vinn hjá landshlutasamtökunum á Vesturlandi ásamt því að ég gleymdi að segja það. Ég vinn líka við Háskólann á Akureyri og Bifröst. Og svo var framhaldsrannsókn af þessu sem við köllum byggðarlag. Við vorum eiginlega komin inn á það eftir þá rannsókn að það væri sennilega hægt að gera meira til að bæta stemmingu staðanna, eða við skulum bara segja að það væri sennilega að gera oft meira í byggðamálum með því að vinna með afstöðu fólks, fara úr því að glasið sé hálffullt eða sé hálffullt, heldur en endilega að reisa stóriðinu. Ekki það ég var ekki og var aldrei á móti stóriðinu fyrir austan. En það er alveg ódýröðu. Og við fórum sérst, þá fekk ég til liðsfélag, félagsóknarnefndan nýdoktor, til þess að hanna fyrir mig rannsókn og standa að henni, Bjarki Þór Grönfeldt heitir hann. Og við testuðum ýmislegt til þess að sjá í hverju munurinn lægi, og hérna sjáum við til dæmis hreppalífur vandamál á svæðinu og þarna var hann gríðarlega margtækumunur. Og næsta spurning eiginlega líka þetta samspil á milli dreifbýlis og þéttbýlis. Það virðist vera að þeir hafi gert alveg einstaklega vel í Vesturhún með að vinna að sambæta dreifbýli og þéttbýli. Samt lögðu þeir niður skóla í sveitinu og það var alveg rosalega ekki. Þeir fóru út í þá sameiningu, þeir segja það alveg en þeir unnu mjög vel úr því. Og þannig að þetta skiptir rosalega máli. Í sveitarfélaginu sem ég í Borgarbyggð erum við í rauninni ekki alveg saman. Við höfum að vísu farið gegnum 4 samningar og það höfum við sýnst á ýmsum stúdíum, ég hef rannsakað samningar mjög mikið, að það að söguleyti verra að fara gegnum margar samningar en að fara gegnum eina stóra, eins og til dæmis Skagfirðingar gerðu á sínum tíma. En það er nánast eina dæmi svona stóra samningar í einu stökki. Í hlutanum að Dala. En já. Slúður hugmynd sem reyndast spratt upp hjá hún sem var í doktorsnámi, Greta Bergman Jóhannesdóttir og hún var mikið að vinna með slúður, en þarna sjáum við gríðarlega mun að allt illt umtal vont og það er alveg greinilegt að Húnaþing vestra að gera miklu betra mót þarna heldur en bæði hins samfélaginu og þetta bitnar sérstaklega á konum, það að segja að það verða einhvern veginn, það er ekkert minnast slúðræðu kallana, það er bara einhvern veginn fara þær verð út úr því. Kannski er slúðrið verra, ég veit það ekki, við vitum það ekki nákvæmlega, en það er alveg ljóst á rannsókn Gretu Bergman að það bitnar harðar á konum. Uppfylling þarfa almennt, þar er skora Húnaþing vestri, þetta er svo alveg spurning að það er erfitt að greina hana. Sérstaklega leggja mikið út af henni. Sameiginleg sjálfstiltrú, þar eru Vestur-Húnaþingar aftur mjög sterkir. Félagsleg samheldni líka, margtækumunur og samfélagskennd. Að lokum þá langar mig að nefna, ég sé þetta nú allir. Þið sjá þetta þessi menningarlífi. Það er ekki einhver menningarfulltrúi og þar eru Vestur-Húnaþingar að gera ótrúlega gott í samfélagi. Það skiptir rosalega máli. Það er ótrúlega flott menningarlífi í þessu litla samfélagi. Þeir eru meira sem er hestaleikjum fyrir börn. Þetta er ekki eins og í Reykjavík. Það er hægt fræða. Og síðan menningarmál og gott, fjölbreytni. Það er svona, gott mannlíf. Það hefur gott fórskapið. Gott mannlíf, þetta er svona þáttur sem við erum vant inn í íbúðarkörfunni og það er svona, ef það eru flokkardrættir í samfélagum, það eru sterkar rættir eða pólitíski flokkar einhverju leyti eða whatever, Lions og Rotary, ég veit ekki, þá bitnar á þessari einhverjum sem við köllum með alveg mæti gott mannlíf. Ég hef kannski bara
vinda mér yfir í aðeins tæknilegri hluti. Nú er ég búinn með þetta svona mjúka hérna. Og þá förum við yfir í stærðarhagkvæmni. Ég var aðeins beðinn að fjalla það, ég hef verið að rannsaka það. Og ég hef búinn að gera 3 tilraunir til þess að meta þetta og það er ekki fyrir mig í þetta síðasta skipti eða nýjasta skipti sem að þetta fór virkilega að vera svona augljóst hvernig í þessu lagi. Ég var líka, þetta eru bestu gögnin sem ég hef haft. Þau eru yfir nógu langt tímabil og yfir öll sveitarfélög á landinu frá 2004 til 2020, já, stendur nefnda 2020, það er ekki rétt. Þetta var alveg 2022. Og niðurstaðan var í grófum þáttum þessi. Mesta stærðarhagkvæmni hlutfallslega í menningarmálum. Já, ég þarf nú fyrst að útskýra þetta stærðarhagkvæmni. Það er ekki víst að allir hafi það hlutverk á færu. En þetta gengur út á það eins og þið sjáum á þessari mynd hérna litlu, þannig neðan, að það ríkir stærðarhagkvæmni í rekstri fyrirtækis eða sveitarfélag. Ef í tilfelli sveitarfélag, ef íbúum fjölgar og meðalkostnaður við að veita tiltekna þjónustu lækka í hvers skipti sem nýr íbúi bætist í hóp. Sem þýðir það að ef við erum síðan að fá íbúa sem er svona líkur meðaltals íbúum hvað var að tekjur, þá eru tekjurnar bara á hvern íbúa alltaf þessu, en kostnaður lækkar alltaf og það verður stöðugt meira fé til afgangs til þess að gera eitthvað. Þannig að, já, og sérstaklega niðurstaðan var svo að við erum í rauninni með af 12 málaflokkum ríkir stærðarhagkvæmni í 8-9 þeirra. Við sjáum að hún er mest hérna í menningarlífinu, hlutfallslega, hreinlætismál, umhverfismál, skipulags- og byggingarmál, sameiginlegur kostnaður, sem er bæjarskrifstofa og þess, brunamál og almannavarnir, hæskólis- og íþróttamál sem er stór flokkur og fræðslu og uppeldismál sem er svo stærst og tekur yfir helming af fjármagni, rekstrar kostnaði sveitarfélaga oft. En ef við einmitt leiðréttum fyrir vægi þessara málaflokka, þá breytist niðurstaðan aðeins. Við sameiningu, þetta hefur ákveðið fólkgildi fyrir þá hversu sameiningar gætu skilað. Við sameiningu þá er mest að sækja í stærðarhagkvæmni í fræðslu og uppeldismálum, og ekki koma óvart. Sameiginlegum kostnaði og svo hæskólis- og íþróttamál, það er svona efst. Þannig að það sem síðan hélt ég aðeins áfram með það, þá komst ég að því að í 4 málaflokkum af þessu 12 þá er stærðarhagkvæmni upp á vissu marki. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að línan, hún er ekki lengur svona stöðugt lækkandi og flest síðan út þarna alveg á enda. Þegar hún upp aftur sem þýðir það að meðalkostnaður fyrir að aukast aftur eftir tiltekna stærð fjölda íbúa. Það verður svokallar stærðar óhagræði. Og athyglisvert er að þetta er í fræðslu og uppeldismál, sameiginlegum kostnaði, menningarmálum umhverfismál. Og þá spyrir maður sig, botnpunkturinn ætti þá á stærðarhagkvæmni, ætti þá að vera góð vísbending fyrir skynsamlegustu stærð af sveitarfélag, þar sem að meðalkostnaðurinn er í lágmarki. En við fáum mismunandi botnpunkta. Hann er alveg sko, þetta er svolítið, þetta er aðeins að, og það er svo, gerir þetta svolítið, en við hann er alveg frá því að vera sko í kring 10.000 íbúa upp í eitthvað 80.000 eitthvað þessu. Það er svolítið eitthvað á móti við erum að nota. Þannig það er mjög mikil óviss að taka hvert það liggur upp staðir. Það er að vinna aðeins betur í þessu. En það segir mann alltaf að staðfest er að minnsta það að Reykjavík er sennilega orðin á stórsöngað þessum niður. Þannig ef eitthvað er, þá við að í sameiningarmálum ætti að skera Reykjavík í sundur. Ég hef sagt það áður, vegna þess að þetta er komið fram áður í mínum stúdíum. Og ég er með andra. Hefur sagt þetta þau? Já. Jú, eina. Jæja, næsta mál. Sem er líka mikilvægt í þessu samhengi varðandi stærðarhagkvæmni. Því að það er síðan þjónusta endilega betri í fjölmiðlunum. Það er ekki alveg víst. Og núna þarf ég að nota íbókanna. Þau eru í
30.000 sögur á ég næstu sameiginlega sem mjög góður grunni til að byggja svona tölfræðimódel. Og þegar ég keyri fyrir allt safnið, þá fæ ég þessa niðurstöðu. Þetta eru sem sagt fyrir þá sem kunna eitthvað í atkvæðagreiningu, þá er þetta stuðlinn fyrir fremritalan og talan innan sviga T-gildi, sem sagt marktækni þá stuðulsins. En til þess að auðvitað lestur þeirra sem ekki eru þekkja ekki þessa aðferð, þá hef ég sett pílur. Blá píla sem vísar upp þýðir að þjónustan eykst. Þjónustan betri í fjölmennari sveitarfélögum heldur en fámennari. Rauð píla niður og það er marktækjamunur. Rauð píla niður, það er líka marktækjamunur, það er neikvæður, sem þýðir að þjónustan betri, eða viðkomandi þáttur betri í fámennari sveitarfélögum heldur en fjölmennari. Við sjáum að það á við loftgæði og svo umferð. Og með umferð erum við að tala umferð tekkur og þess og það ætti ekki að koma óvart. En það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 þættir sem marktækt að aukast eða lagast. Þjónustan betri í 8 þáttum, þetta eru 20 þættir sem að tengjast þjónustu sveitarfélaga með beinum eða óbeinum hætti á einhvern nátt. En þeir þættir sem að hafa ekki með neina pílu, þar engin marktækur munur á milli stórra og fámennara sveitarfélaga. En það sem ég gerði líka var að ég ákvað að skoða, hvernig liggur þetta í stærðarflokkum. Ég byrjaði á að skoða stærðarflokkin 3.000 íbúar til 19.999 íbúar sem þá eiginlega Akureyri stærsta samfélagið þarna og 3.000 íbúar neðsta. Og svo tek ég annan stærðarflokk sem minni eitthvað eftir. Þá sjáum við að þarna eru 1, 2, 3, 4, 5 bláa bílar og 1 rauð. Þannig að þeim fækkar eiginlega þarna á milli módela A og B. En svo þegar ég tók minnstu sveit, þá fjölgar þetta. Þannig þetta segir mér það að, og síðan meira segja það sem að pílurnar voru bláar á báðustöðum, þá reiknaði ég munum. Og það var alltaf sterkari effektin í minni eða sem fámennari samfélagum heldur fjölmennir. Þetta segir mér það er meira að sækja í sameiningu fámennara sveitarfélaga heldur fjölmennir. Það er einhver efnumörk fyrir því hvað þjónusta getur aukist fyrir fjölgun íbúa. Þannig þetta, og síðan bætti ég reynda við líka til viðbótar öllum samfélagum sem voru með fleiri, með 20.000 íbúa fleiri, þá fengum við, sjáum við þarna, þá fjölgan og rauðu pílum. Ég set reyndar inn að svíga, það sem að var svona aðeins tölfræðileg tókstreita hvort þetta væri marktækt eða ekki. En ef það var engin tókstreita það, þá var ekki svíi utan. Og við sjáum að gulu örvarnar eru eiginlega orðnar fleiri heldur en þessa bláa. Það segir okkur það aftur að risastór samfélag á íslensku vísu, það er ekki mikið að sækja þar í betri þjónustu. Þannig að þetta lítur eiginlega svona út. Þetta er abstrakt teikning á miðjustöðunum fyrir íþróttir. Þáttur íþróttir og æskuvístar. Það er langmest, þið sjáum að línan er langbraktust þarna upp að 5.000. Frá 5.000 upp í 20.000 er flatari. Sem þýðir að fjölgunni þar er ekki að bæta þjónustuna eins mikið eins og fjölgunni úr 500 íbúum, að ég hef notaði 500 til 5.000 þarna í fyrsta flokkum. Það er ekki eins mikið að sækja fyrir hvern íbúa, hver íbúi sem bætist inn í þetta samfélag, hann er ekki að styðja við eins mikla bæta þjónustu eins og íbúin í næsta stærðarflokki fyrir ofan. Og svo fyrir ofan 20.000 er ekkert að sækja. Það er bara lagast þetta. Ég tók alveg öryggi sem dæmi
að þetta tengjum við glæpatíðni, og það athyglisvert að sjá það hér, að almennt öryggi virðist íbúarnir uppi að meira almennt öryggi í stærri samfélögum, á stærðarbilinu 500 til 5.000, en þegar þú ert komin í yfir 19.000 íbúa, og þá þetta alveg öfugt. Þá vilja menn frekar vera í minni samfélagum og upplifa meira almennt öryggi. Af því að þið eru fjölkjarna sveitarfélag og frekar víðfennt líka, þá ákvað ég að taka sýningu líka niðurstöðu fyrir þessa breytingu. Fjöldi kjarna, víðfeðmi í ferkilometru talið, þar að eingöngu þeir ferkilometrar sem eru undir 200 metrum yfir sjónum. Og síðan vöxtur. Ég ákvað að bæta við að því við erum búin að horfa á sveitarfélag Árborg vera að streða. Og þá ákvað ég að bæta við hver íbúafjölgun hefur verið síðastlegin 5 ár og undan. Við sjáum að allir þessi punktar að draga þjónustuna niður. Sem segir okkur það er erfiðar að vera í fjölkjarna sveitarfélagi upp á að halda góðri þjónustu og almennri ánægði meðal íbúa. Það er líka erfiðara fyrir þegar maður sveitarfélagi eins og Borgarhlíð, þar sem ég bý, heldur Akranesi sem bara 9 ferkílómetrar og næstu nágranni okkar. Og það er líka erfitt að vaxa hratt. Það er að segja, við viljum í mörgum tilvikum hafa fleiri íbúa til að bæta þjónustu, en hraður vöxtur grefur undan, sem segir mér kannski gott dæmi þetta sem heppilegasta sveitarfélagi þegar upp í staðir. Ég lendi alltaf á Akureyri, þar hefur vöxtur fjölgun íbúa verið frekar hægur. En þeir eru mjög stórir, einmitt í kringum 20.000. Þannig að ég held, ég auðvitað Akureyri, ég býðar ekki eins og ég. En það er svona gott dæmi það sem við erum með eitthvað sem gott. En þá spyrir maður sig, ok, með þetta módel gæti maður alveg svo sem stillt upp og lagað eða útbúið sér einhvers konar svona reikningir. Það sem að til dæmis samfélagi eins og ykkar, Austurland, gæti reynd að setja svona mismunandi af því að við sjáum að fjöldi kjarna og mikið víðfeðmni dregur niður á móti fjölda íbúa. Þá vitum við ekki alveg hvort frekari sameining á Austurlandi mun endilega styðja eða styðja við betri þjónustu. Þess vegna þyrfti maður að útbúa nokkuð skonar það er alveg hægt að útbúa svona reikningar sem að spáði fyrir hún, gæti spáð fyrir hún hvaða sameiningamódel væri heppilegast fyrir landsvæði eins og þetta hér eða hvaða landsvæði sem er. Þegar fámennið orðið það mikið að til þess að fjölga íbúum þá verður menn að fara að teygja sig yfir gríðarlega stórt landsvæði sem er nú svolítið tilfelli hér og Vestfjörðum og svolítið Vesturlandi, Norður-Vesturlandi og Suðurlandi, ekki síst. Já, ég held að ég sé bara góður. Takk fyrir gott. Þessu góða fólki með frábæra yfirferð, ég er að margsvísari. Nú verðum við tími fyrir spurningar og munum við nota þann góða bekkjabrag sem er á landamæra með rétt upp hönd og vil ég biðja ykkur að kynna ykkur stuttlega. Já, ég heiti Guðrún Gunnarsdóttir og ég ánátt ekkert að vera skráðið minna þegar ég var að vinna skipuleggja þetta, en sem ég langaði að spyrja að því að spyrja Jón Þóðar. Við
aðeins að tala efnahagsmálina, því þú eiginlega svolítið sagði bara að það vel verið að þessi samfélagi en þjónustöndar aukast getur aðeins spáð betur það og þannig er líka spurðið meina lífræðilega spurningu sem var mjög mikilvægt að það er margir betur við það að samfélagi sé að breytast og við sem að eldast. Hvað finnst þér hefur við komið því? Hvaða áhrif það hefur á líka bæði efnahagslega og almennt fyrir samfélagi? Já, takk fyrir það. Ég vil að líka hagfræðingur, hann doktor, ég vil bara master. Það er samt að spyrja Já, vestræðarsamfélög að fara yfir í þjónustu meira og meira og færri sem vinna við framleiðslu og við þekkjum þetta í þessa þróun alls staðar, eins og bara í Íslandi við vitum að í fiskiðnaði hefur fólki fækkað mjög mikið en það er ekkert vinna framleitt. Það er hægt að reyna sama magna fiski með miklu færri og allt það. Og þessi þjónusta, hún er stundum svona pínlítið ósýnileg. Maður getur ekkert alveg séð já, þarna urðu til þetta mörg störf í þjónustu og þess vegna fjölgaði hérna. Hún er einhvern veginn svona græf svolítið bara inn í samfélögum og vex. Og þau sjá kannski fjölgun en það er ekkert hægt að benda á nákvæmlega af hverju fjölgun. Og það er líka þannig að ef það er eitthvað samfélag manna samankomið, þá verður alltaf til þjónustu. Það verður alltaf að klippa hár, það þarf alltaf að sinna sjúkum og slíkt. Þannig að það verður svona sjálfkrafa vöxtur í þjónustu sem er auðveldar að sjá í þjónustu en erfiðar að sjá í þjónustu. Varðandi, já, það var minnst á hérna að hlutfall þeirra sem eru aldraðir væri að vaxa og þetta er að vaxa í öllum vestrænum samfélögum, þannig að heilsan er betri og fólk lifir lengur. Og það er mjög oft talað þetta sem einhverja hættulega þróun eða eitthvað sem þeir hræðist. Og ég er alveg hínumegin eiginlega í því. Aldraðir, minnst hér á Íslandi, þar sem við höfum kerfi, mjög sterkt lífeyrissjóðakerfi og slíkt, þá eru aldraðir oft með mjög mikla kaupgetu, það eru með mikið fjárráð og lifa bara mjög góðu líf. Og þannig að þessi hópur sem samkvæmt hættir að bara sækjast eftir, þetta er fólki með heim. Og það er líka svolítið til heim á Íslandi að máluð þannig að aldraðar í Íslandi bara nefn í döðusti. Og ég bara aðeins að skýra hvað ég á við þessu þegar ég segi Dr. Folkvord og það trúir mér. Lífsferðin hjá okkur er þannig að við erum ung og við erum að miðnaldur og við gömum svo deyjum. Og þegar við deyjum þá fær kynslóðin fyrir neðan okkur, hún fær eigur okkur. Þessar eigur vaxa meira og meira. Eigur okkar sem eru aldrei sem við verðum meiri þegar við deyjum heldur foreldrar okkar. Og það var meiri hjá foreldrum okkar heldur gömum okkar og annað. Og það dreifast líka á færri fólk því það eru færri börn sem fæðast. Það er ekki eins og það að dreifist starfurinn á 5 eða 6 börn og núna er það með það ekki 2. Og þessi arfur, út að leika lífi, fyrir mjög oft til fólk sem er svona 60. Fólk sem er svona 60 er ofta erfa frá þessu. Og stundum er fólk með sem komið yfir á ellilífisaldur þegar það erfir frá þessu. Og svo eldist þetta fólk og arfurinn fyrir aftur niður í svona 60 og þannig að arfurinn hann fer bara hring eftir hring hann í efsta hluta aldursins og hann kemst aldrei niður til unga fólksins. Þess vegna ég er að segja ekki þessu rökstuðning því að það er mjög mikil fjárráð þarna og þau verða ennþá meiri það meðal þessu það líka mjög sterkur lífeyrissjóðakerfi. Þannig að þessi hópur auðvitað þarf hann svona þjónustu og það kostar samfélagið en þetta er líka hópur sem er mjög mikla kaupgetu og getur verið eftirsóknarverða fyrir samfélagið. Já, ég tekist á þetta, ég hef ekki alltaf verið að spyrja með þetta, en ég lók bara að það er eitt áhugavert í þessu saman, sem ég þarf að þig líka.
Ég heyrði það mjög skemmtilega rannsókn daginn, þegar voru stúdírar það hefði komið út úr bandarískri rannsókn að fólk alltaf að spara fyrir eftir ári og svo vorum við að skoða hvernig gengur síðan þessu gamla fólki að eyða þessum pening. Komið ljós að þeir náðu að eyða cirka 10% af því sem þeir höfðu safnað fyrir 11 ári. Og menn taldi þetta væri líka að vera mjög einstaklega Bandaríkina, þetta var á bandarísku gögn. Þannig menn ákváðu að endurtaka þessa rannsókn til Danmörk og Bandaríkin af því að til dæmis að heilbrigðisgeirin er enga geiri og mjög dýrt að verða veikur. Nei, það var sama niðurstöð. Það var verið ákveðin hópur með þessara eldri borgara sem bætti við sig eignum á eftirlaunaaldri. Þannig að líðið núna. Já, skipta það með hóttu. Halló, það er mjög sjálf. Já, ég var að skipta það með hóttu. Ég heiti Eithóra Sjöldstúka Hundrúi Júnavíki. Svo að spyrja Mítur út í hans erindi aðeins. Þú fórst yfir svona nokkur þætti sem að þar sem næst fram einhvers konar stærðarhagkvæmni við sameiningu sveitarfélaga. Og svo fórstu líka yfir hvernig þjónustan bætist ef hún þá bætist. Og spurningin mín er kannski svo hefur eitthvað skoðað fyrir þess að stærðarhagkvæmninni sé náð á kostnað þjónustunnar. Sem sagt, ég vona að ég skilji hvað ég er að segja eins og til dæmis menningu og notu bara málum notu eitt svona bara tilbúið dæmi verklitt á Æsiri. Æsir er ekki stóð í raunveruleikanum en það var að við getum alveg heimfært bara til dæmis svona menningu í Múlaþingi í sameina sveitarfélag og svo lætur íbúa Múlaþing svara einhver þjónustukönnun menningu og eðli málsins samkvæmt myndi langt flestir svara frá Egilsstöðum, það búa flestir og það er kannski auðvelt að bæta menninguna á Egilsstöðum með því að nota skattpeningana á Djúpavogi til þess að bæta menninguna. Þannig að það er kannski svona framhald af spurningunni, haldið þið utan einhver svona sambærileg gögn líka á gömlu byggðakjörnum? Ánægjan, hafið þið einhverja svona sviðsmyndir á hvort að ánægjan sé jafn dreif milli byggðakjörnum? Ég vona að ég ekki að skilja það. Já, ég gæti alveg gert þetta. Það er þess að frekar einfalt að gera þetta. Tölfræðilega þetta. Það mætti bara einhver stað á sögum. Þá séum við að þetta íbúðarnir séu heilt yfir. Það er mjög áhugaverð spurning. Það gerir ég næst. En ég get bætið, ég var búinn að skoða það því við höfum lengi haft áhyggjur af við erum með á Vesturlandi erum við með Skógardalssveit og svo vorum við með Helgafellssveit sem voru hrein dreifbýlisveitur og Skógardalssveitur að biðja viðræði núna við borgarbyggðir samningar og við vitum að þetta verður best. Það er bara ekki, það er ekki bara svona eitthvað, þú veist, ég er alveg alveg og það er afstóðbæð og við fórum í það að skoða þessi gögn og við bárum saman ánægju íbúa hreinna dreifbýlissveitarfélaga, það er að segja sveitarfélög þar sem ekkert þéttbýli er að finna og yfir þá frekar fámenn og síðan dreifbýli blandaðar sveitarfélaga, það er að segja sveitirnar sem búa í sveitarfélagi þar sem stórt þéttbýli er að finna. Og það kom í ljós, nánast undantekningarlaust, að sveitirnar sem bjuggu með stóru kjörnum voru miklu ánægðir með nánast allt heldur þessu hreinu dreifbýlissveitarfélagi. Þannig að þetta segir svolítið það að hræðslan er yfirleitt mest við samningar í nyrsta sveitarfélagi. Og þetta segir mér eiginlega að þessi hræðsla er óþarf, en hún skilja
þetta bara eðlilegt. Það verður alltaf hræddir við að missa þess að hafa á það. En það samt alltaf þannig að þjónustan verður minni í dreifbýlinu heldur en þéttbýlinu. Við skulum ekki vera að draga fyrir yfir það. Það er líka bara þannig að það er miklu lélegri þjónusta í borgarins heldur en Reykjavík. Eða, jú, allavega á Akranesi. Betri á Akranesi heldur en í borgarins. Samkvæmt þessu sem ég var að sýna hérna og Akureyri. En ég gerðist með Reykjavík samkvæmt því sem ég var að skoða hérna. Það var einhverjum tilvíðin. Þannig að stærðin, já, það er bara auðveldara að veita þjónustu þegar menn búa þér, heldur en þegar þeir búa. En sveitin hefur líka margt annað þjónustu. Það má heldur ekki gleymast. Og einmitt, sveitin er frábær fyrir þá sem eru og vilja búa í utan þéttbýlis. Og þannig íbúar eru alltaf til í öllum samfélögum og hún þarf að vera til og mjög mikilvægt eins og ríkið og aðra fyrir. Takk. Það var það, Dóra. Sæl og takk fyrir gott málþing. Mér langar sérstaklega að hrósa þessum ungu konur að standa hérna fram á okkur og hérna koma með mjög fínar ábendingar. En ég er sem sagt stöðfirðingur sem bý á Djúpavogi og Suðurfirðirnir er mjög hugleikir. Og spurningin mín er til Jóns. Ég tók eftir þegar þú klipptir Suðurfirðina af kortinu, svona Fáskursfirði og Suður eftir. Og bara grínast. En hérna mín spurning er þessi. Mér hefur alltaf verið hugleikið að bæta aðgengi okkar sem erum lengst í burtu frá kjarnanum. Hvort að það er ekki vænlegri leið til árangurs að styrkja samgöngur frá jaðarbyggðunum innan miðjunni heldur en að styrkja endalaust bara miðjuna. Og ég var mjög glöð að þú nefndi Vopnafjörð, því ég hef alltaf talað um Vopnafjörður og Djúpavogur væru svona systurbyggðir á jörðunum. Þessi spurningi þessi, er það ekki vænlegri til árangurs að styrkja samgöngur frá jaðarbyggðunum innan miðjunni? Já, takk fyrir þessa spurningu. Það var hérna gott að spurði þessara spurningar vegna þess að ég ætlaði að minnast á það að það þyrfti líka að styrkja í hináttina en ég sleppti því svona vísvitandi því að það þá fær ég að tala á mikið um það. Þetta er svona mitt helsta áhugamál samgöngur en það eru atriði það sem líka skipta máli og hvernig á að tengjast niður í Björnfjörð og til dæmis og núna svona vikur fyrir að gera nýjum veg í Öxi. Ég er ekkert viss að það verði framtíðarlaust. Það finnur til með að hafa fjallið og ég held að þurfi líka í hafnum þar og til þess að bæta aðgengið bara milli samfélaga þar og líka inn á miðjunum Austurlandi. Það er hygglust og það náttúrulega leiðir líka til Reykjavíkur og það er að bæta hafn og er að koma í lögum Hafnarfjörð og svona að sú leið er hægtilega að styrkjast ennþá meira. En vissulega á hárrétt og ágætt að spurður það þessu. Það er ekki þinn. Komið sæl og takk ykkur fyrir. Það var margar athyglisverðar glæður sem við sáum. Ég vil hafa einn þarna sem ég stofnæði við þarna svona að sýna ánægju íbúa hér á svæðinu. Þessar konur voru mjög ánægðar með laun einstaklega í þeim túr. Þú sagðist geta bættir breytið. Ég er samtalað að menntun sem breyta af þessum við glæður. Ég held að segja ekki vafa á að menntunarbilið er á gríðarlega á Austurlandi. Konur eru menntaðir kallað konur, almennt á Austurlandi.
en samt eru karlmenn með miklu hærri kaup. Þannig að mjög eðlilegt að konur séu óánægðar með þennan hluta. Og það væri mjög áhugavert ef við getum tekið niður nota það. Takk. Já, þetta góð punktur sko. Þetta aðeins vandamál talandi. Ég tók eftir í fljótlega eftir ég búin að stúdera ýmsar hagstærðar á Íslandi eftir nám að hlutfall ófaglærðara á vinnumarkaði var óvenju hátt á Íslandi með önnur lönd, sambærileg lönd. Og það var þá 30,5%, þetta sé komið niður í 25% með þessa óvenju hátt. Og það var tilgáta mín fljótlega að það væri bara ekki nógu mikið launamunur í landinu og þá gagnvart þessar menntamunir. Og ég sá líka að ástæðan getur alveg verið einfaldlega svo að menntamenn eru bara ekki að skila nógu góði vinnu. Það alveg séðs. Það má ekki draga fjöður í það. En það getur líka verið aðra ástæður. Og það er neðanlands vegna þess að ófaglærðir til dæmis til sjós og hálfveginn til dæmis styður vel við að ófaglærðir hafi mjög há laun. Iðnaðarmenn, ég stundu verið að tala um stráka sem að vinna sem trésmiðir og spila á lífið í Sveinsbúi. Þeir voru bara á mig og þetta var umlega, ég hef sögum laun og sögum. Þú veist? Þetta skrítið, akkur menn fá ekkert í vasan eða lítið fyrir kannski 4 ára eins og trésmiðir. Og konur, reyndar, ef að þær ganga að mennta veginn, þá hækka þær í munum, en kallarnir eiginlega ekki sko. En svo ef að þær fara að byrja sér saman eins og það sem að hafa ekki þurft að ganga að mennta veginn, þá kannski ég mitt sprektur upp svona óanlega eins og þú kan nefna þetta. Þannig að margt skrítið á vinnumarkaði hér á landi en það sem yfirleitt rætt. Það er dæma. Já, Dagmar, ég er svolítið svona búlaþingi, þakka kærlega fyrir gott málþing og frábæra erindi. Ég ætla að spyrja þær stelpur bæði Lilju og Köllu að þið fóruð þetta svo flott yfirferð hjá okkur. Þetta var allt svona mjög praktísk mál sem voru að benda á svona þurft að laga fjármálaflug og svona þess. En ef að þið ættuð að velja annars vegar bara eitthvað eitt sem þið finnst best við að búa hérna á Austurlandi og svo ef það væri eitthvað sem að þið mættu velja þá inn á svæðið, þá mættu við bara eitthvað afþreying eða eitthvað sem þarf ekki að vera ekki eitthvað svona risastórt, ekki læknaflug eða bættasamgöngur eða eitthvað. Það væri bara eitthvað eitt sem þið gætu fengið bara strax í dag sem þið finnst langt á svæðið og að heyra frá ykkur hvað það væri. Svo erum við að spyrja við Íbyrg aðeins mér finnst svo áhugavert þó að tala með stærra verkefnina og þetta með að eiginlega Reykjavík kannski bara orðin of stór sko með þjónustuna ánægju varðandi þjónustu að því við erum alltaf að tala samt að eiginlega ætti höfuðborgarsvæðið bara verið eitt sveitarfélag, það væri bara sniðast sko. Eftir þá alveg alveg að segja að það sé bara rugl og þá langar við líka að spyrja hvað með að því að nú erum við ofta að bera okkur saman við önnur lönd. Einhver önnur lögmál sem að gilda það hér á Íslandi eða eru bara allar borgir erlendis nú umulegar að því nú erum við og flesta borgir í Evrópu eru með íbúafjölda sem meiri heldur en allir íbúafjöldi í Íslands sko. Þannig ég velti bara fyrir mér hvernig fjölgar svona borgir eins og Liverpool og Manchester og hvað þá mikilvæg borgir eins og London og þess að það eru þetta bara allar fyrir glata þannig að það er bara svona varfað þessu frá. Já, Liverpool er ekki já, mjög góð spurning. Ég sko, ef eitt mætti koma inn á svæðið, mjög auðvelt spurning. Ég klippti það sko úr nótum mínu mánu. Til að göngustíginn í Hjaltadal, þá væri bara rosalega. Þá horfum við fólk með barnavagna og eitthvað lapp á götunni af því að hún er svo sprungin á brotinu. Maður finnst að það væri svona að hann hefði verið krakki, hann hefði 35.
það er kannski svolítið grunnsvar, en ég myndi vilja svona opna samfélag, það er kannski stærra málefni, þú veist, þá mjög fyrir mig að komast inn í samfélagið þegar mjög þetta. Það er alltaf margþætt, sko, en það er kannski meira fólki eða þú veist, að eiga svona sinn hóp, sko, og er kannski þetta mikið að taka inn nýtt fólk, þau eiga bara sinn meira hóp, sko. Og það er kannski svona sem að, þú veist, en það er kannski samfélagsátak frekar af einhvern sem þú getur tekið til. Uppáhaldsam bara á náttúrunni, ef ég á að vera skil, þetta er bara besta stæði heim til að búa til að vera náttúrunni bara öllum tímum. Maður getur bókstaflega bara að fara í hvert sem er að skoða nýfjöll eða nýsvæði eða, þú veist, hrósa líka til ferðarfélags Fljótsdalsýra sem fyrir göngu daginn sem ekkert hvernig var að fara. Talaði bara við fólk sem var 63 og við sögum svo margar sögur, þetta var svo skemmtilegt. Þannig það er svona svoleiðis sem laða við það, sko. Já, það sem ég er ánægðast með hversu rólegt var þess. Þegar maður fyrir borginu þá eru allir á fullu, það var alltaf að gerast, það var alltaf að gera eitthvað. Sérstaklega eins og traffíkin á svona þessi, það er svolítið mikið. Það er rólegð og bara allir eru bara að gera sig, er myndum alls. Það sem ég myndi að bæta, breytir af því, væri aðgengi að sérfræðing og svoleiðis. Það er spurningi? Langar að ég ætla að reyna að gera þetta ekki. Sko, það er nokkuð punktar í þessu. Það er þetta við skriftu önskunarsókn sem sýnir ég kemst eiginlega svolítið að svo niðurstöðu ég var að skilja. Þeir sem stjórnsýslueining virðist þetta líka legið á þessu 20-30 íbúar. Það þýðir ekki endilega að borgin sem slík sé ómöguleg endilega, heldur svo þjónusta sem Reykjavík er að veita miklu lélegri en hún gaf. Þannig að stjórnsýslueiningin er stór og það væri jafnvel hægt að gera betur með því að sennilega að brjóta hana upp í fleiri einingar Reykjavík. Ég var nefnilega þegar ég byrjaði að studera þá fannst mér þetta að vera svona einn af þessum low-hanging fruits eða ávextir í auðnæð eins og það hefur þýtt að hafa sammenningar að byrja á höfuðborgarsvæðinu. Og nú er ég alveg að koma inn þetta eins og þið og bara eftir allar þessar stúdíur. Það er eitt líka sem að gerir okkar borg svolítið ólíka mjög eiginlega flest öllum öðrum borgum og hún er svo stór. Hún er Reykjavík eða þess höfuðborgarsvæðið er jafn stór og París. Já, sem þýðir það að það verður allt svo dýrt. Allar lagnir, allir vegir, samgöngunar. Ég skil, út frá þessu skil ég að þessar hugmyndafræðinu tengingu byrja mjög vel. Ég er ekki að vissum að vera að geta rétt með sólarlausum íbúðum og þessar. Það er svo aftur önnur spurning. Og svo er spurning hvort það sé endilega hægt að byggja svo hátt á Íslandi af því að sólarljósið, við veitum hvernig sólarljósið er hér. Það frábæðið því sem er í Mið-Evrópu. Skurðbúturinn á sólinni er yfir stóra hluta ársins svo skrítinn að kemst að veit vera með há hús í borginni til þess að það ekki skikki á allt. Þannig að við erum í svona ákveðin klemmið þarna. En síðan kannski hliðpunkturinn, stoppa þar, að það er það að nægast sveitarfélög kannski þurfa almennt að fara að hugsa að það er ekki henni og þá sérstaklega við þegar sveitarfélög eru stór og þá taktur alveg rekstrana og það ætlar að ná fram stærðarverkefni. Ég er búin að sýna frá stærðarverkefni en ég á erfitt með að finna það eru mjög mörg sveitarfélög sem hafa samanast en þeir hafa ekki getað innleyst þau tækifæri í hagræðingu sem eru fyrir hendi af því að bæði er hreppapólitíkin og sterk, það má ekki þetta, það má ekki leggja með skóla, það má ekki þetta og því, þá er þetta sætla. Þannig að það eru tækifæri sem er mjög að nýta
Og ef að hreppapólitíkin eru sterk þá það eitt. Og ef að stjórnendur bara ekki nógu hægir til að stjórna stórum og flóknum fyrirtækjum sem að þessi sveitarfélög verða, þá bara þetta líka yfir. Það ekki víst, svo ekki Reykjavík sem dæmi, það ekki víst að orkunni sem þetta besti rekstrarmaður fyrir þennan stærsta vinnustaf landsins. Þetta 12.000 starfsmenn. Það þetta stærsti vinnustaf landsins. Þannig þið þurfum aðeins að hugsa þetta líka, ef þið nú fólk í Íslandsskóla sveitarfélagið þetta að mismasta lífræðinni og kjörnum og það fyrir þessi háskólanum og þá kannski betra að ráða sér faglega bæjarstjóra heldur en einhver pólitíkus, einhver oddvita í einhverjum flokki. Það eiginlega skilurinn líka, þau byggja svolítið það. Ég held að Reykjavík gæti verið betur, nú ég ekki einhver sem sjálfstæðarmaður, þá ég ekki að nota tækifæri til að gagnrýna pólitíkuna. En þú veist, það aðeins skiljanleg gagnrýni minnihlutans á að borgin skuli vera allir rekin. Bara þegar maður að skoða það hægt að vera hægt að reka þetta betur niður að það stóð að maður finnst. Og það kannski bara einfallega að vantar betra rekstrarmál sem í óperastöðum í borginni. Það getur verið leið í því, svona ákísma. Þetta ekki illa að finna þetta svo. Þetta væri svona sama vandamál og sjálfstæðismenn að vera Það var að loka spurningunni í dag og þú komið upp með það. Já, góðir fundarmenn. Það voru ekki aðtekla á því að við erum á miklu menningarstaði hér. Ég heiti Benedikt Ljónsson Varinn og hér var reikin útgerð hérna fyrir varðvöngur. Margrét Ríka var hérna útgerð hérna og fyrir. Hér var virkjað hérna 1935 og útvarpsstöðin hérna á Heiðum var stoppsett hérna 1938 og 1991 þá var einn merkasti atburður hér á Fæddistíð hérna á þessu stað. En hérna þess að veltaði fyrir mér hérna spurning til Vífils. Hann að tala hagkvæmni stærðarinnar og átt að sig hérna á mismunni á París og Reykjavík. Ég held að þurfa að breyta byrjum forsendunum. Ég held að forsendunum líki hugsanlega í forsenduvís miðað við stærð samfélagsins. Sem sagt Ísland versus Frakkland. Verður hann ekki að taka þetta prósentvís og skoða það í þannig samhengi að það sé ekki íbúðarveldið sem skiptir máli, heldur prósentana íbúðarfjölda landsins. Bara svona léttbundinga. Ég þakka ágætlega framsögu hérna en ég var ekki saman með Jóni í öllu en ég mörgu vegna þess að 1979 held ég að vera á fundi með framsóknarmönnum og var að tala samgöngur í staðinn fyrir svona bútasölu í sambandi við frystihús, hafnir og skuldavera. Og þeir voru ekki rosalega ánægðir með framsóknarmenn ég skildi tala vegi og það væri besta samgöngubótið. En ég þarf að fá hjá okkur e-mailina því að það var senda ykkur smá punkta. Takk fyrir. Já. Ég held reyndar að ég sé missa flugum í fjögur. Jú, þetta alveg væri hægt að skoða. Já, en ég svona aðeins að reyna að leiða þetta með lífræðinni og svona fjölda kjarna og eitthvað þetta. Þetta náttúrulega sæði þetta pæli í þessu. Því við nefndum Frakkland og þá nefna það nógum að það eru 70.000 sveitarfélög í Evrópusambandinu. 35.000 þeirra eru í Frakklandi og það engin umræðu saman. En þeir eru með 4 stjórnsýslustig og sum sveitarfélög eru mannlaus. Það kom að lokið hjá í dag, Bryndís þetta að koma með orð, en ef ekki að klappa eins og þetta ákveðið. Já, það fyrir að vera stutt á, ég ætla bara að taka kalla fyrir Vífill, Jón Þórhallur og já, síðan tilhörundu farin, Katla og Lilja Sif. Takk kalla fyrir ykkar framlag og ykkur gestir fyrir að koma hér og hlusta og vera með okkur
okkur hér í dag. Þetta er sannarlega merkur staður að vera á og bara, ég ætla bara að slíta hér með málþinginu og